Icesave-reikningarnir gætu verið á ábyrgð Breta ef íslensk yfirvöld hefðu samþykkt að veita Landsbankanum sambærilega fjárhæð og hinir bankarnir fengu, segir fyrrverandi bankastjóri Landsbankans. Landsbankinn hafi samtals þurft 350 til 400 milljóna punda lán frá Seðlabankanum. Stjórnendur Landsbankans byrjuðu í mars á þessu ári að ræða við breska fjármálaeftirlitið að færa Icesave-reikningana úr útibúi bankans í Bretlandi yfir í dótturfélag hans sem hefði gert það að verkum að ábyrgð á Icesave-reikningunum hefði fallið á Breta. Og vorum með hugmyndir að fá að gera það hratt og örugglega, einfaldlega með því að senda bréf á alla viðskiptavinina. Þar sem við myndum segja, við höfum náð samkomulag við fjármálaeftirlitið í Bretlandi það að færa það frá útibúinu yfir í dótturfélagið. Og þar með talið undir breskar innstæðutryggingar. Sigurjón segir að það hafi hins vegar ekki verið fyrir daginn áður en neyðarlögin bankana voru sett, sem breska fjármálaeftirlitið sá að skilyrði sem það hafði sett voru of ströng og það var tilbúið til að fara hraðleið til að leysa málið. Þeir settu 2 skilyrði fyrir þessu, annars vegar það að við þyrftum að leggja inn 200 milljón pund til þess að hálfgerða ábyrgð ef það yrði viðbótarútflæði af innstæðureikningunum. Og hins vegar það að þyrftum að koma með eignirnar og við sáum fram á það að það væri 2 möguleikar í þeirri stöðu, annars vegar ef það væri verið að búið til lög sem væri verið að styrkja stöðu innstæðueigenda þá myndi það geta hjálpað okkur og hins vegar hitt að það voru svona ákveðin umræðu það að kannski væri hægt að skipta einhverju skilningi að Glitni á milli Kaupþings og Landsbanka og að hluta eignu Glitni sem myndi verða partur af Landsbankanum sem hann geti þá lagt niður. Landsbanki fekk hins vegar ekki fyrir greiðsluna frá Seðlabankanu sem til þurfti. Sigurjón veit ekki hver tók þá ákvörðun. Hvort það hans raunverulega ákveða, hvort einhver aðri fyrir ofan hann ákveði það, ég skal ekki segja til það. Hefði þessi 200 milljón pund nægt ykkur til þess að bjarga þessu máli með Icesave-reikningana? Já, það er nægt til þess að bjarga Icesave per se, en það sem við vorum að biðja var til að horfa á heildarmyndina og þá þurftum við svona 350-400 milljón pund til þess að ná að loka málunum. Hann segir ennfremur að bankinn hafi ekki fengið sömu fyrirgreiðslu frá yfirvöldum og aðrir bankar.